Hér áður fyrr vorum við svolítið að nota það sem við myndum kalla línulegt hagkerfi. Þá var bara grafið eftir auðlindum, náði eitthvað málma og dót sem við þurftum, vara bara framleitt úr því, svo notaði maður vöruna þegar hún var ónýt, þá var henni hent og hún grafin og urðuð, bara ákveðnum röslahögum. Ekkert nýtt upp og nýtt. Hversu lengi getum við gert þetta? Hversu lengi höfum við aðgang að málmum til dæmis ef við nýtum aldrei málma aftur? Eða plastefni eða tré eða hvað? Já, þá klárast bara eitthvað af þessu. Mishratt, þetta er mismikið af alls konar málmtegundum. Þetta gengur ekkert upp endalaust, því að hlutinni bara klárast. Orkan klárast ef við erum ekki aldrei að hugsa að ætla að nýta hlutin aftur eða nota eitthvað sem er endurnýtanlegt eða endurnýjanlegt. Þess vegna förum við frekar í hringrásarhagkerfi. Þá reynum við að hanna og framleiða hluti úr endurunnu efni og úr efnum sem endast, þannig að hluturinn endast betur. Svo notum við vöruna, við reynum að gera við hann ef hún bilar, reynum að henda sem minnstu og þegar við hættum að nota hann eða hún er bara ónýt, þá reynum við að koma henni í endurnýtingu eða endurvinnslu eftir því sem við á. Endurnýting er að setja hlutin á nytjamarkað, þannig einhver annar geti keypt hann og notað hann ef hann virkar ennþá, eða í endurvinnslu þá var hann tekin í sundur og búnir til nýjir hlutir úr efnunum sem voru í hlutnum. Þannig að við komum þessi endurnýtingu og endurvinnslu þegar við hættum að nota vöruna og við búum til nýjar vörur. Þannig að við notum eitthvað auðlindir, þær eru nýttar og endurunnar og fara aftur annan hring. Það er búin til ný vara úr þessu. Hún fer svo aftur þegar hún er búin, þá nýtum við efnin aftur og aftur og aftur. Þannig virkar þetta hringrásar hagkerfi. Hluti af því að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda og berjast þannig gegn hlýnun jarðar er að horfa á samgöngur. Þarf ég að fara? Þarf ég að fara á bíl? Get ég hjólað? Get ég labbað? Get ég nota almenningssamgöngur? Get ég farið seinna? Vantar mig að kaupa eitthvað í búð? Gæti ég fengið að lána þér nágrunum í dag en ég þarf að fara á æfingu eða eitthvað á morgun, þá þarf hvort að fara í búð eða á það svæði þar sem er búðin álagt. Eða ætla ég alltaf að keyra kannski einhverja kílómetra í hver skipti á bíl í hver skipti sem ég vantar eitthvað. Er rafmagnsbíl á heimilinu? Er hægt að nota hann? Hann losnar minni af gróðurhúsalofttegundum við að nota rafmagnsbíla. Rafmagnslaupahjól. Hvað get ég gert til þess að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda? Aftur, við getum ekkert gert eitthvað af þessu alltaf. Þetta virkar ekki þannig og það er enginn að segja það. En þetta getur virkað oft. Þannig að við þurfum að reyna að ganga eða hjóla þegar hægt er, nota almenningssamgöngur þegar hægt er, safna saman erindum, vera ekki að fara út á einhverju einu, heldur fara þegar við þurfum að gera fleiri. Og svo er þetta bara pínu spurning. Þurfum við að kaupa svona mikið? Vantar mig nýja tösku? Eða get ég notað einhverja tösku sem ég á aðeins lengur? Er hún pínu biluð? Get ég gert við hann? Get ég reynt að sauma þetta sjálfur eða fengið eitthvað til þess að hjálpa mig við það? Ef mér vantar eitthvað hluti í smá tíma, ég hef alveg fengið lánu til dæmis myndavélaljós eða linsur eða eitthvað, því mér finnst skrítið að kaupa það því ég þarf bara að nota þetta í smá stund, svo þarf ég ekki að nota það lengur. Get ég valið tösku sem endist aðeins lengur eða vel ég allra ódýrustu töskuna sem er svo bara ónýt eftir 1-2 mánuði? Er hægt að velja tösku sem er hægt að endurvinna? Er úr þannig efnum og ég er að nefna tösku hérna, þetta getur verið hvaða vara sem er. Ég nefni bara tösku sem dæmi. Er þetta úr efnum sem er hægt að endurvinna? Þetta skiptir máli því leið og við minnkum það sem við kaupum og það endist lengur það sem við kaupum, þá þurfum við að henda minna. Plast er nauðsynlegt í okkar daglega lífi. Við förum ekki gegnum einn einasta dag á þess að nota plast eitthvað. Er hægt að lifa í nútíma samfélagi án plasts? Við getum minnkað plasthelling, en ég er ekki viss að við myndum eiga auðvelt með að losa okkur alveg við það. Það er hægt, en það er rosalega flókið. En við getum vel minnkað plastnotkun. Sérstaklega það sem við myndum kalla óþarfa plastnotkun. Því við erum oft að taka plastpoka undir eitthvað eins og ávexti eða eitthvað sem þarf ekki. Er þetta nota margnótapoka
Er hægt að sleppa bara póka yfir höfuð? Plast er mismunandi, það er auðvelt að endurvinna sumt plast, það er erfitt að endurvinna annað plast. Getum við reynt að halda okkur við umbúðir sem að er auðveldar að endurvinna. Getur verið erfitt að sjá hvað er hvað í því en plast er merkt á ákveðin hátt. Getum við passað upp á að plast sem við erum hætt að nota, plastpokar, tapar, flöskur, fari ekki út í náttúruna, fari ekki í almenna ruslið, heldur fari í endurvinnslu fyrir plast og þá er þó það endurunnið sem hægt er að endurnýta eða endurvinna. Og getum við nota minna plast? Getum við reynt að velja umbúðir sem eru kannski frekar pakkað inn í pappír? Það er alltaf hægt að endurvinna pappír. Get ég valið umbúðir sem eru með minna plasti? Stundum ekki. En við getum alltaf reynt að minnka plastnotkun. Það sé erfitt að útiloka það alveg, en það er vel hægt að minnka sérstaklega óþarfa plastnotkun.